Áköf jarðskjálftahrina hefur verið við Eldey á Reykjaneshrygg í dag. Yfir 100 skjálftar hafa mælst. Skjálftavirknin gæti þýtt að kvika sé að safnast þar saman. Helsti ráðgjafi Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands sagði af sér í dag. Ástæðan skipun Peter Mandelson í embætti sendiherra. Stjórnarandstæðingar krefjast þess að Starmer hætti líka. Misvægi atkvæða hér á landi með því mesta í Evrópu. Sveitarstjórnarfólk óttast frekari samþjöppun valds á suðvesturhorninu verði af breytingum á kosningalögum sem jafni vægi atkvæða á landsvísu. Myndskeið frá hótelherbergjum og læknastofum sem tekin eru með leynd hafa verið seld streymisveitum sem bjóða klám. Fjöldi fólks stundar að selja slíkar upptökur fyrir hátt verð. Einn stærsti sjónvarpsviðburður ársins, leikurinn ofurskálina í kvöld. Margir leggja mikið í veisluhöld og áhuginn hér á landi alltaf að aukast. Það svo mikið við þetta sem maður elskar, sko. Gott kvöld. Nokkuð áköf jarðskjálftahrina stendur yfir við Eldey á Reykjaneshrygg. Meira en 100 skjálftar hafa mælst til þessa, sá stærsti 3,4 að stærð. Hrinan hófst hádegisbil. Þetta önnur skjálftahrinan á svæðinu á stuttum tíma, því tugir skjálfta mældust suðvestur af Geirfugladrangi aðfarnótt laugardags. Jarðskjálftahrinur á Reykjaneshrygg eru fremur algengar, en aukin spenna hefur verið á þessum slóðum frá því eldsumbrot hófust á Reykjanesskaga fyrir 5 árum. Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur, velkomin til okkar. Takk. Þú ert með kenningu það, hvað veldur þessari skjálftahrinu? Já, þetta að hluta til þetta náttúrulega þessi spennulosun sem í gangi á Skaganum, sem náttúrulega gríðarlega mikil. Og svo virðist sem svo að því skjálftarnir eru svolítið svona sama svæðinu, þá ekki ólíklegt að þar sé eitthvað kvika á ferðinni. Og hrinan í dag, hún djúp til að byrja með að vera skrynkað, þannig að það ýtir undir það að sé eitthvað kvika á ferðinni, en það þarf ekki heldur að því að hún komist til yfirborðs. Sko. En ef hún kemst til yfirborðs, hvað myndi það þýða? Já, þá fengjum við gos í sjó og þá skiptir svolítið máli hvar, ef að sprungan opnast upp á hryggnum hjá Eldey, þá hún tiltölulega fljót að komast í gegnum sjónu upp á yfirborð og þá fáum við svona eitthvað öskudótari og skiptir svona máli hvernig vindurinn blæs, hvert askan fer, en verður náttúrulega í dýpinu eins og var til dæmis þarna í byrjun 20. aldar, 26 var ekki, að þá hún í dýpinu og þá nær kvikan ekki að sprengja sig og þá verða bara hraun, bólstrahraun og eina sem við sjáum þá bara heitur sjór og kannski eitthvað dauðum fiskum. Þannig að það ómögulegt að segja til hver áhrifin af svona gosi á þessum slóðum yrðu? Já, ég myndir aldrei áhrifin að, ég held við getum nú eiginlega að bóka það að áhrifin verða mjög lítil, Það er kannski að það verði eitthvað öskugos og þá það háð veðri, en öðru leyti áhrifin náttúrulega á byggð og annað mjög lítil, En hvort finnst þér líklegra að gerist fyrr að það komi upp gos þarna á þessum slóðum eða á Sundhnúksgígaröðinni? Já, ég myndi halda Sundhnúksgígaröðin náttúrulega búin að vera svo dugleg, ég held að hún sé nú bara hætt, En það náttúrulega, þetta þarna út við Eldey og út við Húllið og það getur þýtt að við förum að sjá eitthvað þarna út á Reykjanestá eða í eldvörpunum sem svona kannski, þessi svæði þurfa að losa líka, Þau eru svona, þetta kannski, þessi skjálftahrinu sem núna kannski vísbending það við erum byrjuð að losa spennu og þá kemst kvikan upp, Einmitt það. Bestu þakkir fyrir þetta, Ármann. Morgan McSweeney, nánasti ráðgjafi Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði af sér í dag. Ástæðan skipun Peters Mandelson sem sendiherra í Bandaríkjunum, þrátt fyrir náin tengsl hans við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Starmer var harðlega gagnrýndur fyrir skipunina eftir birtingu nýjustu Epstein-skjalana, þó að Mandelson hafi verið rekinn í september. McSweeney segist hafa ráðlagt Starmer að skipa Mandelson og taki fulla ábyrgð á því. Afsögnin þykir veikja stöðu Starmer og búast má við stormasömum næstu dögum hjá honum. Stjórnarandstæðingar krefjast þess að hann fari sömu leið. Myndir sem teknar eru af fólki án þeirra vitundar, einkum af konum, hafa verið seldar fyrir háar fjárhæðir á netinu víða heim. Dæmi eru að myndskeið af kynlífi á hótelherbergi og skoðun hjá kvensjúkdómalækni
hafi verið seld inni á lokuðum klámsíðum. Look at how low he's got the camera there. Yeah. Systurnar Sophie og Grace horfa á myndefni sem var tekið af þeim án þeirrar vitneskju á næturlífinu í Manchester. Meðal annars var myndað upp pils þeirra. I was just on a night out with my girls. I wasn't doing anything bad, and to be filmed from such a low angle, it makes me look bad. Svona efni tekið víða heim til að selja efnisveitum, oft fyrir töluvert fé. A video with 1 million views could generate between £3,000 and £5,000 for the content creator. Breska ríkisútvarpið hafði upp á einum eigenda slíkrar efnisveitu í Svíþjóð. Why are you filming women without consent? Önnur dæmi eru grófari. Myndskeiðum af konum í skoðun hjá kvensjúkdómalækni í Búlgaríu var dreift á klámsíður. Myndirnar voru úr eftirlitsmyndavél sem læknirinn segist hafa látið setja upp sem þjófavörn. Освен, че става въпрос за лични данни, се касае за здравна информация. Когато здравна информация е с най-висока степен на защита. Myndskeið frá snirtistofum hafa einnig ratað á efnisveitur og það gengið enn lengra. Rómantískri stund pars á hótelherbergi í Kína var streymt beint á lokaða klámstreymisveitu með aðstóð lítillar falinnar myndavélar. Svona myndavélum jafnvel komið fyrir á heimilum fólks í sama tilgangi. Samtök sem berjast gegn starfseminni segjast hafa fundið 54 myndavélar á hótelherbergjum á vegum sömu streymisveitunar. Our takedown rate has been decreasing year after year, and one of the huge challenges is to report contents. Breskir lagasérfræðingar segja kæru vegna þessara mála erfiða í framkvæmd því brotið sé á mörkum tvenns konar laga klám og persónuvernd. En áhrifin eru mikil á þær konur sem verða fyrir þessu, bæði í einkarými og á opinberum vettvangi. I haven't been out in Manchester since, and I don't know if I want to, because knowing that people could be out there filming, it's quite scary. Sveitarstjórnarfólk víða land óttast frekari samþjöppun valds á suðvesturhorninu verði af breytingum á kosningalögum sem jafni vægi atkvæða á landsvísu. Á Íslandi misvægi atkvæða milli landshluta með því allra mesta í Evrópu. Á Alþingi eru 63 þingsæti. Hversu margir stólar fara til hvaða flokks ræðst af því hvað þjóðin velur þegar gengið til kosninga. Það þó ekki alveg svo einfalt. Atkvæði gilda mismikið eftir kjördæmum. Kjördæmin eru 6 og þingmennirnir dreifast í dag svona. Reykjavíkur kjördæmin 2 fá 11 þingsæti hvort. Suðvestur kjördæmi fær 14, suður kjördæmi 10, norðaustur kjördæmi 10 og norðvestur fær 7. En þessi fjöldi ekki í samræmi við íbúafjölda, svo atkvæði landsmanna vega misþungt. Eitt atkvæði á Húsavík vegur til dæmis 82% meira en atkvæði í Hafnarfirði. Misvægi atkvæða því mjög mikið milli kjördæma. Starfshópur dómsmálaráðherra hefur unnið tillögur að því hvernig megi jafna þetta misvægi sem leggur þó væntanlega grunn að frumvarpi breytt kosningalög. Þá væri myndin svona. Reykjavíkur kjördæmin hefðu áfram 11 þingsæti. Suðvestur kjördæmi myndi bæta við sig 4 og fá 18. Suður kjördæmi heldur sínum 10. Norðaustur kjördæmi missir 3 og fær 7 sæti og norðvestur færi úr 7 í 6. Ráðamenn sveitarfélaga á landsbyggðinni hafa sumir lagst gegn þessum breytingum. Að fulltrúalýðræðið byggir ekki á fjölda atkvæða, heldur að þau sjónarmið hafa gilt að rödd allra fá að heyrast. Og þessum nótum tala fleiri í samráðsgátt stjórnvalda þar sem landshlutasamtök, ráðamenn sveitarfélaga og fleiri gera athugasemdir við áformin. Flest segjast skilja hugsunina að baki því að atkvæði allra vegi jafnt, en málið sé flóknara en svo. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra vilja að tekið verði tillit til fámennis þjóðarinnar og ójafnar dreifingar landið. Já, við höfum í rauninni áhyggjur af því að það sé kannski ekki búið að greina hvaða áhrif þessar breytingar geta haft á byggðaþróun í landinu. Rauði þráðurinn í umsögnunum ótti við að hagsmunir smærri samfélaga verði undir og að gjá myndist milli landsbyggðar og höfuðborgar sem sumum finnst raunar næg nú þegar. Í borgarbyggð sveitarstjórninni atvinnulífið efst í huga og áhrif sem breytingin gæti haft á verðmætasköpun utan borgarinnar. Það skiptir gríðarlega miklu máli að hafa þingmenn og ráðherra inn á Alþingi sem þekkja og skilja hvernig hjólin snúast. Þetta skiptir bara landið allt máli, að það sé auðvitað jöfnun atkvæða en að þarna sé jafnvægi á milli.
Velkomin Ólafur Þ. Harðarson. Þú leiðir starfshóp á vegum stjórnvalda jöfnun atkvæðavægis. Ekki skiljalegt þetta sjónarmið hjá sveitarstjórnarfólki á landsbyggðinni að óttast frekari samþjöppun valds á Suðvesturhorninu? Það að minnsta kosti ekki nýtt. Ég hins vegar ekki viss að þessi ótti byggi á raunverulegum forsendum. Evrópuráðið telur að í heiðarlegum kosningum eigi vægi atkvæða að vega jafnt eftir kjördæmum og það gildir í flestum löndum Vestur-Evrópu. Ef við skoðum nágrannalöndin þá nánast jafnt vægi atkvæða í Finnlandi, í Svíþjóð, í Danmörku, í Færeyjum og á Grænlandi. Í nágrannalöndunum það bara í Noregi og á Íslandi þar sem að umtalsvert misvægi eftir kjördæmum og á Íslandi misvægið meira heldur en í Noregi. Hvaða áhrif hefur það? Hvaða áhrif hefur þetta misvægi? Já, ég hef nú ekki skoðað það kerfisbundið en ég sé ekki að meinarum misvægið á Íslandi og í Noregi. Já, bara hérna innanlands. Já, ég held að það hafi í rauninni sáralítil áhrif. Þetta arfleið frá fyrirgreiðslupólitík þegar það skipti mjög miklu máli fyrir fólk í hverju kjördæmi að eiga sinn þingmann sem gat redda brú eða einhverju slíku. Ef að hins vegar verið að tala löggjöf fyrir landið allt, þá skiptir þetta ekki máli og á ekki að skipta máli. Þingið á auðvitað að gæta vandlega því að huga að hagsmunum alls landsins og alls ekki síst landsbyggðanna. En hins vegar þá nú ekki komið fram frumvarp þetta efni, þannig að við vitum ekki hvað dómsmálaráðherrann mun leggja til í nýju frumvarpi, það að segja hversu mikið lagt til að vægi atkvæða verði jafnað eftir kjördæmum, en hitt vitum við að í þessu frumvarpi verða áreiðanlega ákvæði að jafna vægi atkvæða eftir flokkum, en á því hefur verið misbrestur. Í síðustu 5 alþingiskosningum hefur það gerst 4 sinnum að einhver flokkur hefur fengið einum manni fleira heldur en atkvæði hans í landinu gáfu tilefni til og þetta verður auðvitað að leiðrétta. Varðandi vægið milli kjördæmanna má hins vegar bæta því við að auðvitað hægt að jafna það að fullu eins og myndin sýndi hérna áðan, en það líka hægt að ganga skemmra, það líka hægt að jafna í áföngum, það í rauninni bara pólitísk ákvörðun hvað verður sett í frumvarpið. Einmitt það. Ég heldur komast ekki lengra með þetta í bili. Takk fyrir þetta, Ólafur Þ. Harðarson. Takk að þér. Út í heim, stjórnarflokkarnir í Japan unnu mikinn sigur í þingkosningum í dag. Sanei Takaichi, forsætisráðherra, boðaði til kosningana til að reyna að tryggja sér og samstarfsflokknum nægan meirihluta til að koma á efnahagsumbótum. Það tókst. Takaichi, sem íhaldssöm, hefur lofað umbótum í innflytjendamálum og ætlar að stækka herinn í landinu. Flokkur hennar, frjálslyndir demókratar, hefur verið lengi við völd en aukið fylgi sitt umtalsvert síðan hún tók við flokknum í október. Ekki hægt að fá upplýsingar hversu margir eru með lesblindu á Íslandi þar sem þeirri tölfræði ekki safnað saman. Formaður félags læsisfræðinga telur að greiningatæki fyrir lesblindu sé úr sér gengið. Talið að stór hluti barna glími við einhvers konar lestrarörðugleika. Óljóst þó hversu margir en talið að 20% gætu verið með lesblindu. Það í rauninni engar áreiðanlegar upplýsingar til fjölda dyslexíu greininga á Íslandi. En þeim að fjölga sem glíma við lesblindu eða lestrarörðugleika? Það í rauninni ekkert hægt að segja til það af því að við höfum ekki áreiðanlegar upplýsingar. Félag læsisfræðinga og félag sérkennara sendu árið 2022 þáverandi menntamálaráðherra ályktun þar sem kallað var eftir 9 greiningartæki. Greiningatækið Logos og það eiginlega bara að verða, ég veit ekki hvort ég á nota orðið úrelt, en það að minnstakosti ýmis vandræði með það. Bæði tækið hægt að virka fullkomlega, þannig að það alveg dæmi að það sé ekki hægt að ljúka við greiningar vegna þess að einstaka prófþættir virki ekki nógu vel. Það virkilega skiptir máli að fara að fá nýtt greiningatæki.
Logos einungis ætlað börnum í 3. bekk og eldri. Auður segir að til þess að geta brugðist við vandanum sé nauðsynlegt að greina börn fyrr en þetta. Við erum að greina allt og seint. Allt og seint. Það að vera að greina dyslexíu í 5., 7., 7. bekk og hafa kannski beðið og ekki brugðist við vísbendingum vanda fyrr, það held ég sé svona stóra vandamál hjá okkur. Hún segir rangt að tala að helmingur drengja sé ólæs við lok grunnskólagöngu. Við verum átt okkur að bilið á milli ólæsi og verulega góðra lestrarfærni alveg svakalega breytt. Þannig við getum alls ekki haldið því fram að svona hátt hlutfall séu ólæsir, alls ekki. En það er samt sem áður þannig að við þurfum að gera betur. Einn stærsti sjónvarpsviðburður ársins, Ofurskálinn, fer fram í kvöld. Umsjónarmaður útsendingar á Sín Sport segir áhugan aukast ár frá ári og kjúklingavængir fljúga út í forsölu. Þetta er stærra og meira heldur en bara leikur. Hvað er svona skemmtilegt við þessa íþrótt? Ég get ekki gefið eitt svar sko. Það er svo mikið við þetta sem maður elskar sko. Partíin í kringum þetta og það eru auglýsingar í leikhléum og það er mikil svona hátíð í kringum þetta sem bara er í rauninni bara allur dagurinn. Ofurskálinn eða Super Bowl er úrslitaleikur NFL-deildarinnar í amerískum fótbolta og er eitt stærsti sjónvarpsviðburður ársins og 11:30 kvöld hefst þar viðureign Seattle Seahawks og New England Patriots. Og þetta er svona ákveðin svona nánast menningarviðburður. Andri stendur vaktina í beinni útsendingu á Ofurskálinn á Sín Sport í kvöld og langt fram á nótt eins og undanfarin ár og hann segir að áhuginn aukist ár frá ári. Og það er rosalegur munur á áhuga síðan við byrjuðum, við finnum það alveg klárt og ég held að þetta sé orðin einn af svona stærri íþróttaviðburðum á Íslandi, svona sjónvarpsviðburðum alveg klárlega. Geturðu útskýrt þessa íþrótt á einfaldan hátt fyrir fólk sem veit lítið hana en langa til að horfa á hana? Já, náttúrulega fyrst og fremst eins og flest allar boltaíþróttir þá er þetta bara að koma boltanum í markið og þú, þegar þú byrjar í sókn þá hefur þú 4 tilraunir. Til þess að komast 10 jarda áfram með boltan og 10 jardar er sirka 10 metrar og ef þú tekst það, þá færðu það aðrar 4 tilraunir. Til að annarkot komast í markið eða komast vissa lengd. Og svo kolli, alveg þangur til þú kemur boltanum í endamarkið. Hvernig verður maður góður í þessari íþrótt? Það er bara, við erum með motto hérna, það er bara þeir bæta sem mæta. Og eins og í mörgu fylgir það ýmsir siðir og venjur og kjúklingavængir og ofurskálir í hugum margra hinn heilaga tvenna. Þetta hefur einhver hefð sem hefur myndast í kringu Super Bowl og það er mörgum tonnum og hundruðum tonna skóplað út á þessum degi. Í heildina myndi ég segja svona 25-6.000 vængir sem fara út í dag. Og það ætlum við að líta til veðurs. Það verður áfram norðaustlæga átt á morgun, bætir heldur í vindinn og hlýnar aðeins með rigningu, slyddu eða snjókomu, en yfirleitt þurrt á suðvestur og vesturlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Dagur Benediktsson var fyrstur Íslendinga til að keppa á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu í dag. Hann keppti þá í 20 km skiptigöngu. Alpagreina góðsögnin Lindsey Vonn datt ofarlega í brautinni þegar hún reyndi við verðlaun í bruni með slitið krossband. Flytja þurfti Vonn af keppnisvæðinu í þyrlu. Keflavík varð bikarmeistari kvenna í körfubolta í 17. sinn í gærkvöld. Íslandsmótið í ólympískum lyftingum, meistaradeildin í hestaíþróttum og fleira í íþróttafréttum kvöldsins hér handan við hornið. Og það ætlum við að rifja það sem var helst í þessum fréttatíma. Áköf jarðskjálftahrina hefur verið við Eldey á Reykjaneshrygg í dag. Eldfjallafræðingur segir líklegt að þar sé kvika á ferðinni, líklegra sé að gjósið við Eldey áður en það gýs á Reykjanesskaga. Helsti ráðgjafi Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands sagði af sér í dag. Ástæðan er skipun Peters Mandelson í embætti sendiherra. Stjórnarandstæðingar krefjast þess að Starmer hætti líka. Misvægi atkvæða hér á landi er með því allra mesta í Evrópu. Sveitarstjórnarfólk óttast frekari samþjöppun valds á suðvesturhorninu verði af breytingum á kosningalögum sem jafni vægi atkvæða á landsvísu. Einn stærsti sjónvarpsviðburður ársins, leikurinn Ofurskálina, er í kvöld. Margir leggja mikið í veisluhöld og áhuginn hér á landi er alltaf að aukast. Og þá er þetta upptalið hjá okkur þetta sunnudagskvöldið. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum helgina. En við kveðjum að þessu sinni með myndum úr Mýrdal og nágrenni sem Guðmundur Bergkvist tók á ferð þar í gær. Verið þið sæl.
Eru símar og samfélagsmiðlar að eyðileggja ungdóminn? Eða þannig spurning kannski ofureinföldun á miklu